Í dag ætlum við að fara yfir öryggi og hvað við þurfum að hafa í huga þegar við erum að skrifa vefforrit sem eru á internetinu þar sem að allir geta komist í þau og allir geta hugsanlega reynt að skemma þau. En til þess að fara yfir öryggi og svona inngangurinn að því fyrir vef er í raun bestur í gegnum OWASP, en OWASP er verkefni sem að stendur fyrir Open Web Application Security Project sem þetta eru opin samtök með það markmið að stuðla að þróun öruggra forrita sem hægt er að treysta og er í raun opið fyrir hvern sem er að ganga í þau. Tímabilið var OWASP útibú hérna á Íslandi og það verður nú lagst í dvala síðan. En eitt af því sem að þessi samtök gera er að halda úti topp 10 lista yfir helstu öryggishættur vefforrita. Og þau eru í raun svona bara svo listi sem ég ætla að fara yfir og taka nokkuð dæmi hvernig og hvernig þetta lítur út svona í raunveruleikanum kannski, ekki bara svona á blaði. En þessi listi er tekin saman af sérfræðingum og var seinast uppfærið 2013 og er í raun núna búið að vera opið í ár svona request for proposals það hvað eigi að koma inn á uppfærðan lista sem kemur þá á næsta ári. Þannig að það var spurning hvort að hætturnar séu taldar vera þær sömu eða hvort það séu einhverjar nýjar hættur sem koma inn og hvort að eitthvað færist til á þessum lista. En ég ætla bara að fara yfir þennan lista í öfugri röð og í 10. sæti höfum við Unvalidated Redirects and Forwards og ég er með slóður í alltaf í þessum fyrirsögnum, þannig að það fer yfir á wiki hjá OWASP sem er svona, efnismikið og kannski svolítið lítið hannað, en kemur í raun fram allt það sem við ættum að þurfa að vita þetta, hvaða þreat þetta eru, hvernig fólk getur í raun ráðist á vefforritin okkar með þessu, hvaða svona veikleikar eru, hversu algengt þetta er og hversu auðvelt er að finna eða komast að því að þetta sé hrá okkur, hvaða áhrif þetta getur haft tæknilega og hvaða áhrif þetta getur haft á í raun businessin, af því að það er ekki endilega alltaf það sama. Annað getur tekið niður vél hjá þér, hitt getur skemmt mannorð þitt að eilífu. Og svo eru teknar svona listi sem við getum farið yfir, þá getur við komist að því hvað þarf ég að gera til þess að komast að því hvort ég sé í hættu fyrir þessu og hvað þarf ég að gera til þess að í raun vinna gegn þessu og svo eitthvað svona dæmi það hvernig þetta gæti farið fram. Þannig að svona er þetta sett upp fyrir allt, þannig að þetta er også svona gott reference fyrir öryggismál. En þetta Unvalidated Redirects and Forwards, það er í raun þegar við erum að senda áfram, þegar við erum að nota HTTP redirect, við setjum location sem header í response okkar sem að lætur þá vafran túlka það og halda áfram eitthvað áfram. Og þegar við gerum þetta með breytum, eins og ég ætlum að það er einhver slóð hér og hún tekur við einhverju urli sem á að áfram senda mann og ef það er ekki búið að túlka eða fara yfir það hvaða gildi kemur þarna inn, þá getum við lent í vandræðum. Þannig við verðum að staðfesta að þetta sé einhver leyfileg gildi og eða hreinlega forðast að vera með áframsendingar sem eru svona byggðar á breytum. Og ef við þurfum að nota það, að vera með einhverja leið til þess að staðfesta, svona whitelista hvað er. En í raun til þess að fá aðeins betri sýn á þetta, þá er best að taka bara dæmi. Og ég setti upp, setti bara svona lítinn og einfaldan vef sem að gefur dæmi nokkur af þessum villum og svona attack vektorum sem þetta fara. Og fyrst er ég er bara að reyna að nota Express án templates, þannig að þetta er bara mjög svona nettur vefur, þannig séð. Og þegar við opnum þessa forsíðu þá fáum við bara dæmi þetta Fyrsta sem við ætlum að taka er þetta redirect vulnerability. Þannig að ég ætla að
fara hérna og ég ætla að kveikja á þessum vefþjón. Sjá, er ekki rétt stað. Svona. Þannig núna startaði bara Express vefþjón hérna á porti 3000 og fer inn á það. Og þá þetta bara byrt hérna. Stökkum það eins. Og þá fyrir svona redirect, þá svona staðurinn sem maður sér þetta oftast og gerir þetta oftast það að við erum að fara að búa til dæmis innskráningu eða sign up síðu. Þar sem að við erum komin á einhverjum tímapunkti, ferðin á einhverjum síðu, þú ert að skrá þig inn, þú farið innskráningargluggann, þú skráir þig inn og svo ferðu aftur á síðuna sem við baðst Þá oft þessi síða sett í urlið. Þannig núna ætla ég hérna að segja bara eitthvað, ég að fara á einhverju síðu og hér eitthvað sem ég þarf að gera, til dæmis að skrá mig inn eða skrá mig í þjónustu og svo sjáum við hérna uppi, ég get ekki zoomað inn á það, en þá stendur hérna return url jafnt og slash. Þannig að ég ger eitthvað hérna, fylla út eitthvað form eða gera eitthvað og ýta samþykki, þá fer ég aftur yfir á síðuna. Þannig að við sjáum hérna að þetta return url hér. Þannig að hugsa myndi ég vilja að fólk færi einhverja aðra hérna, slash bar, þá get ég gert hérna, ýta samþykki og þá fór ég yfir á bar. Og þá þetta túlkað og við senda áfram. Þannig að við skoðum hvernig þetta gert hérna, þá hérna einhver fú-síða sem tekur þetta return url úr query-strengnum, setur það hérna inn í eitthvað form og svo þegar við ýtum á hann á samþykkatakka, þá postum við á þessa redirect síðu og hún hér og hún tekur aftur þetta return url úr body, úr forminu sem við búið til. Svo getum við þarna verið að gera einhverja vinnslu, búa til notanda, skrá fólk inn eða eitthvað og svo senda fólk á réttan stað. Og þá erum við að taka hérna þetta return url ófilterað úr forminu og notendur gætu verið búin að eiga við þetta. Þannig að, svo getur maður spurt svona, skiptir þetta einhverju máli? En þegar kemur öryggi, þá skulum við aldrei halda að eitthvað sé of trivial til þess að fólk reyni ekki að abjúsa það og skemma fyrir okkur með því. Til dæmis, ef við værum með þetta og þetta var einhver vinsæl síða með innskráningu og þetta væri með svona opnu redirecti og ég myndi búa til hérna hlekk sem að væri example.com/phishing eitthvað. Þannig að þá bý ég til slóðuna hérna svo getur síðan aðeins betur. Þá bý ég til þessa hérna slóð og nú set ég hérna bara mína slóð inn í og þessi slóð væri hugsanlega með síðu sem myndi líta nákvæmlega eins út en augljóslega á einhverjum öðrum vefþjón og ég geti þá nota þetta sem eitthvað svona angle í phishing árás. Þannig að ég geti í raun nota þetta ásamt einhverjum öðrum villum eða ég geti sendt fólki þetta bara í tölvupósti eða ég geti gert ýmislegt til þess að senda þér fyrst inn á alvöru síðuna. Þannig að þú segir, já, þetta alvöru síðan, hún legit. Það hérna, þú veist, græll ás og allt svona. Svo skráir þau inn og þá ertu redirectað yfir á aðra síðu, framkvæmir hugsanlega einhverja aðgerð þar sem að síðan einhver auli nýt sér. Þannig núna ef ég gerir þetta hérna, ýta samþykki, já, ég þurfti að gera svona, ýta samþykki, þá fer ég núna bara yfir á eitthvað annað dómein. Af því að ég ekki að validata það að þetta sé hérna í lagi. Þannig að yfirleitt það sem maður gerir þá, ef maður verður að gera þetta hérna, hér að hafa eitthvað svona check if is save redirect. Þá gerum við redirectið, annars köstum við bara einhverju villu. Þannig að þá þurfum við að vera með það á hreinu. Þetta tók aðeins lengri tíma, þannig ég ætla aðeins að spýta lóðuna hérna. Númer 9, using components with known vulnerabilities. Núna erum við búin að vera að nota components. Við erum búin að vera að sækja einhverja pakka með NPM. Og hvað það sem að tryggir okkur fyrir því að þeir pakkar séu í raun öruggir? Annað en það bara að við treystum því að þeir koma frá NPM og það einhver búin að publisa þeim þar. Þannig að það mjög auðvelt að sækja alls konar hugbúnað, en þá erum við vissulega að setja part af trausti okkar á einhvern þriðja aðila og hvernig ætlum við að fylgjast með því að það sé í lagi þar. Og ef eitthvað kemur upp í þriðja aðila þá þurfum við líka að vera með á nótunum að uppfæra og fylgjast
með því ef það kom einhverja svona öryggisuppfærslur. Þetta til dæmis mjög algengt með WordPress og WordPress plugins. Þau eru allt internetið morandi af plugins. Já. Það ekki allur vefurinn bara morandi í þeim? Jú, allur vefurinn morandi í hlutum sem eru illa gerðir og brotnir og það eru bara fólk sem endalaust að króla vefinn í leit að einhverju sem vulnerable. Það ekki næstu bara eitthvað lost cause? Nei, þetta aldrei lost cause. En ég meina eins og þetta IoT-dót, að ískápar og ristavélar og eitthvað, öryggismyndavélar eru notaðar í botnet út af því að það var bara hardkóðað, admin sem user og pass. Svo bara fór ykkur, leitaði öllum þessum tækjum og reyndi að logga sig inn með admin og admin. Það gekk, þá gæti bara uploadað einhverju malicious dóti, tekið yfir þetta. Það hegðar sér alveg eins, en þú ert komið með botnet með 100.000 af einhverjum tækjum. Þannig að þegar við erum að nota eitthvað, þá þurfum við að vera bara, við þurfum að vera með það á hreinu að þetta getur verið brotið. Þetta er ekki endilega fullkomið þó við sóttum á internetinu. Svo 8, CSRF, Cross-Site Request Forgery. En þetta er svona kannski aðeins flóknara, en þá sem ég einhver sem ætla að reyna að brjótast inn eða láta ykkur gera eitthvað sem að þið viljið ekki gera en ég vil að þið gerið, þá gæti ég búið til vef hjá mér, sett á hann link sem yfir einhvern ákveðin vef, til dæmis heimabankan ykkar eða Facebook eða eitthvað, einhver þjónustu sem þið notið, og ef þið eru auðkenndir á þeim vef, þá gæti ég hugsanlega látið ykkur framkvæma einhverja aðgerð. Þannig að ég bý til einhvern vef með fullt af fyndnum myndum eða eitthvað svona, og svo er ég með líka einhverja mynd sem bara kemur brotin, en hún vísar á einhverja aðgerð á einhverjum vef. Hérna til dæmis, eyða öllu, hvað sem allt er. Og þegar þið bara hlaðið þessa mynd, þá gerið þið HTTP requestið á ykkar vél og eruð skráð inn og framkvæmið aðgerðina ef það er ekki búið að passa upp á að svona cross-site virki ekki. Og það er engin einföld leið til að gera þetta nema með því að segja að þú verður að hafa eitthvað leyndarmál eða eitthvað þegar að þú ert á vefnum og svo ferði verið á þessu aðgerð og þá veit ég, hey, þú ert með leyndarmálið skráð á notendunum þínum og það er það rétt og það er ennþá í gildi. Þá máttu framkvæma þetta. Eða þá að notandi er beðinn að auðkenna sig aftur áður en hann framkvæmir einhverjar aðgerðir. En þetta náttúrulega kemur líka að það er auðvelt til dæmis ef einhver gleymir að læsa tölvunni sinni fyrir klósettið og þið hoppið í tölvunans, farið inn á netbankan, breytið lykilorðinu yfir eitthvað annað, eða kannski netbankin er svolítið að því að two-factor authenticationar, en til dæmis á Facebook getið breytt lykilorðinu, þá þurfum við yfirleitt að gefa lykilorðið aftur. Það er annar vektor til þess að passa upp á það sé ekki bara einhver að gera þetta í vélinni. En hérna er þá svona, ég bý til þessa vef með þessu hérna, einhver fer inn á þetta hér, einhver client og gerir þetta hérna request yfir hérna með sessioni sem er þá gilt og er loggað inn og framkvæmir á einhverjum öðrum vefþjón. Þannig að þegar þetta kom fyrst upp, þá var fyrsta svona villan var það bara að fólk fór á einhvern vef og þá bættist fullt af vörum í körfunni hjá þeim á Amazon. Það var ekkert þannig séð eitthvað malicious í því, en það er í raun sér í framtíð, eða í framhaldinu voru fundir fullt af leiðum til að gera mjög ljóta hluti með þessu. En til dæmis í Express, þá getum við notað middleware sem við bætum inn hjá okkur, sem heitir CSRF og það takmarkar CSRF árásir með því að búa til svona token, oft kallað líka nonce, af því að það er tímaháð, þannig að það er eitthvað sem gildir bara í einhverjar x mínútur eða eitthvað svoleiðis. Þannig að ég get ekki náð í og birta síðan á öllum á minni vondu síðu, heldur er þetta eitthvað sem gildir bara smá stund og notandi þarf að hafa hana, annars fær hann einhverja villu. Svo númer 7, Missing Function Level Access Control, en það er oft svona security through obscurity hugsun, að bara ef ég birti það ekki, ef ég fel það, þá munur örugglega enginn fatta það. Þannig að ég geti til dæmis verið með eitthvað svona, þú skráir þið inn og þá ertu með linkinu á eitthvað svona admin síðu eitthvað slags, en svo sé ég það bara hjá einhverjum og ég prófa hérna, hey,
ég fer inn á vefur.com/admin og ég fæ allt inn aðgang. Ég komst fram hjá innskráningunni af því innskráningin var bara einhvern til þess að fela aðganginn af þessum link. Þannig að við þurfum alltaf að gera ráð fyrir því að við þurfum að athuga hvort að svo sem er að framkvæma aðgerðina hafi í raun heimild til þess. Svo númer 6, sensitive data exposure. Og það er í raun svona frekar kannski opið topic þetta, en það er bara, þú veist, hvað gerist ef ég er með einhver gögn á einhverjum vefþjón og út af einhverju ástæðu þá kemst einhver yfir afrit af gagnagrunnum mínum. Þú veist, er þá eitthvað viðkvæmt í honum? Til dæmis að vera búin að dulkóða eitthvað. Og hvernig á ég að geyma það þannig að ég geti í raun sem einhver vefur nálgast gögnin, afkóða þau og ef einhver vondur kall fær gögnin, hann geti ekki gert það. Þannig að geymsla á viðkvæmum gögnum er mjög alvarlegt mál. Til dæmis ef ég fer að vinna í bankageiranum, þá er það til dæmis að vesenast með kreditkort er rosalega strikt. Það er svona PCI-vottur sem þarf að fara í gegnum ef maður ætlar einhvers staðar að geyma kreditkortupplýsingar. Þá er maður að passa upp á að vera með 2 vélar. Önnur geymir, þú veist, þennan part af kreditkortinu, hinn geymir hinn partinn, þriðja vélin geymir gildistíman og eitthvað svona. Og það er alveg svona 300 atriða, eða kannski 100 atriða listi sem þarf að fara í gegnum. Þú veist, hver hefur aðgang að þessum vélum, hvernig er þetta og þetta. Þú veist, af því að þú veist, gögnin, ef þau leka, geta verið svo gífurlega, getur verið svo gífurlega mikil áhrif. Eins og bara allar þessar notendaupplýsingar sem hafa verið að leka bara senastu nokkur ár. Bara það er eitthvað nýtt í hverju mánuði. Eða bara svo fyrir Vodafone, þú veist. Það var í sjálfu sér ekkert slæmt, þú veist, þetta var svona bound to happen að eitthvað myndi lenda í þessu í Íslandi. Það var einmitt, sko, það var verið að nota WordPress. Það var verið að nota Vodafone var með WordPress blog og þau voru með eitthvað add-on sem var vulnerable, sem gaf aðgang að allri vélinni sem hýsti þetta. Og það vildi svo til að vélin sem hýsti þetta blogg var líka að hýsa einhver afrit af einhverjum gagnagrunni sem innihélt gögn sem voru mjög viðkvæm. Og svo komst ykkur inn á þetta, dumpaði allan gagnagrunnum og gerði hann aðgengilega internetið. Jú, það var SMS sem hefur verið sendið gegnum Vodafone.is voru aðgengileg, óencryptuð með persónugreinanlegum upplýsingum. Sem náttúrulega pretty much það versta sem að símafyrirtæki getur lent í. Og það var náttúrulega, þú veist, það var ekkert svona, þetta var bara svona multi-step fail. Þú veist, það var enginn að reyna að gera eitthvað af sér. Þú veist, það var enginn að reyna að vera, þetta var meira bara, þú veist, úps. Já, ég veit ekki, sko, en þú veist, þannig er þetta svona business case versus technical case. Já. Nei, ég veit ekki hvað, þú veist, þetta getur bara hafa verið einhver botti sem var að leita á internetinu að þessu plugini í þessari útgáfu og bara keyrði sjálfkrafa og svo bara fekk einhver post, hei, þú fékkst aðgang að vél þegar hún var með þessu vulnerable og þá bara fór ykkur inn, skoða þessu þú veist, komið fótinn inn og þá getur jafnvel verið að sú vél hafi aðgang inn á aðra vél og sú inn á aðra vél og þú getur komið inn á bara networkið. Svona, það þarf svo lítið til þess að allt fari til fjandans. Og þá tengt í security misconfiguration að þegar oft höfum við einhverja, við erum að þróa eitthvað og við erum búin að kveikja á einhverju fullt af einhverjum svona tólum til að hjálpa okkur við sjáum það þegar eru gerðar einhverjar fyrirspurnir og við sjáum að þá er þetta og eitthvað sem hjálpar okkur við það bara að framkvæma eða að forrita vefinn. En svo erum við búin að forrita vefinn og þá gleymum við að slökkva á þessu eða þá að við gerum eitthvað, við erum að laga eitthvað bug og við kveikjum á þessu aftur og svo gleymum við aftur að slökkva á þessu og þá erum við allt í einu farin að gefa upplýsingar kerfið og jafnvel sýna einhverjum sem að hafa svona misgóðar áætlanir með okkar vef hvernig er hægt að ráðast á kerfið. Þannig að þannig að þarf maður bara að passa upp á það að stilla allt rétt, setja allt í eitthvað svona production mode, ekki skilja eftir eitthvað svona debug dot og svona. Og þetta er náttúrulega frekar erfitt af því að það þarf bara að fara yfir allar stillingar. Það þarf bara að passa upp á það að þeir sem eru að forrita séu ekki að gera eitthvað sem að getur verið slæmt.
af því oft á tíðum þetta bara, þú ætlar ekkert að gera þetta, þú bara glindir að eyða einni línu sem kveikti á einhverju debug-dóti. Og svo þetta að keyra eitthvað svona tól sem fara sjálfkrafa yfir, keyra yfir source code-inn og leita að einhverju svona þekktum göllum. En þetta erfitt. Svo insecure direct object references, en þá það þannig að við erum með einhvern vef og við leyfum notanda einhvern veginn að vísa beint í einhver gögn. Og það getur verið að við séum að vísa í einhverja færslur og þá getum við séð hérna ID jafnt og 1. Og svo skoðum við þetta og við megum vera að skoða þetta og svo sjáum við slóðuna og við hugsum bara eitthvað, hvað ef ég hækka 1 upp í 2? Þá allt í einu fæ ég aðgang á einhverju öðru skjali sem ég á ekki að hafa aðgang að, en út af því að ég að nota þessa hérna, hef aðgang á einhverju öðru, þá gleymist að athuga hvort ég eigi heimildina til þess að skoða einhver önnur skjöl og ég fæ þetta. Þannig að við þurfum aftur að athuga alltaf hvort það sé í lagi að birta eitthvað. Það er ekki nóg bara að halda það að þessi slóðum, það mun enginn fara að fikta í þessu. Fólk mun alltaf fikta. Og hafa fólk farið í fangelsi í Bandaríkjunum fyrir það að fatta svona og búið til skriftu sem leitar bara frá 1 upp í N og vista. Það er og gauð sem gerir það við hérna AT&T fekk upplýsingar alla iPhone á networkinu þeirra og hann var sjálfsagt ekkert að gera þetta var tæknilega séð opin gögn en út af því að hann var með svona malicious intent að því sem hérna dómararnir eða dómarinn sá eftir að þetta fór fyrir rétt þá var hann bara sendur í fangelsi í 5 ára eitthvað. Ok, þannig að þetta er orðið núna aðeins meira spennandi og númer 3, cross-site scripting sem er ekki skammstafað CSS heldur XSS af augljósri ástæðu. En þetta er svipað svona injection árásum sem við munum sjá eftir en þarna er verið að ráðast á yfirleitt JavaScript túlk vafrans eða clientsins eða einhvern veginn svona búa til einhver texta sem að lætur í raun einhvern sem túlkar textan gera eitthvað sem hann ætti ekki að vera að gera. Þannig að ég get einhvern veginn komið fyrir kóða í vafranum hjá einhverju fórnarlambi og látið hann keyra og þar af leiðandi fengið einhverjar leiðir til þess að annað komast yfir aðganginn, framkvæma aðgerðir eða gera einhverjar alls konar óskunda. Og til þess að venda okkur fyrir þessu þá það bara svona gullna reglan þegar við erum að vinna með vef og bara yfir höfuð með forrit sem taka við einhverju frá notanda að treysta aldrei því sem notandinn sendur okkur og á hvaða formi sem það er, hvort sem það er eitthvað sem ég skrifa beint inn eða eitthvað sem ég sem client sendi í gegnum HTTP og aldrei birta það sem að notandinn hefur skráð beint eftir hann skráði það. Það þarf alltaf að fara í gegnum einhverja hreinsun og alltaf að passa upp á að við séum að escapea því sem það þarf að escapea. Af því að vafrar og vefþjónar og alls konar tól reyna að venda okkur en það er alltaf, þetta er alltaf eitthvað kapphlaup, svona vopnakapplaup. Ég reyna að brjóta, ég fann þennan hérna bug og núna er allir vafrar vulnerable af því að þeir pössuðu sig ekki upp á þessu. En það eru 2 típur af XSS árásum og önnur er reflected en hún er það þannig að einhverjum skaðlegum kóða er komið fyrir það sem að notandi kemst í hann eða það sem að hann er túlkaður til dæmis í query-stýring, í formi í einhverju sem ég get uploadað ekki því sem ég get uploadað, það er hitt fyrir ekki og ég einhvern veginn sendi það á fórnarlambið og svo opna fórnarlambið einhverja slóð ég sendi þetta einhverju spam-posti eða eitthvað svona og kóðinn keyrir bara við það að ég opni þessa slóð þannig að svona helsta dæmið er alltaf það að geti látið vefinn keyra alert 1. Það er svona, ef ég get það, þá er XSS villa á vefnum. Þannig að ef við tökum dæmi það og opnum aftur hérna, þetta er dæmi okkar hérna og nú ætlum ég að vera hérna með eitthvað með hérna. Skrifa inn eitthvað nafn hérna og það sagt hæ, bara eitthvað, Óli, hæ Óli, ok, og svo allt í lagi, þetta virkar fyrir 95% tilvika og svo fyrir einhver að fikta og segja hérna hei, hvað get ég gert? Heyrðu, ég get sett inn HTML og það er túlka beint þannig að það er hérna er
þetta er bara sett beint í gegn hingað. Þannig að það var bara næsta hey, get ég ekki bara gert hérna script alert 1. En núna triggerar hérna, triggeruðu við Chrome og Chrome segir hérna, heyrðu, XSS auditor refused to execute a script because its source code was found within the request. Þannig að það fannst, vafrinn sá, heyrðu, það er hérna alert 1. Það er líka í, hérna, í requestinu, þannig að ég ætla ekki að keyra þetta. Þetta er mjög líklega eitthvað, hérna, XSS árás. Þannig að þarna vendar vafrinn okkur. En ef við förum núna yfir í Firefox þá er það ekki alveg svo gott þar og við komum hérna og gerum þetta og ég fæ hérna alert 1. Þannig núna gæti ég ég kom með fótinn inn fyrir dyrnar og núna er bara spurning hvernig get ég nýtt mér þetta til þess að gera eitthvað af mér. Eða, til þess að það mun ekki alltaf vera þannig að þið taki eftir því. Ég get alveg hafa gert eitthvað svona Óli og það kemur hérna en svo kemur bara hi Óli og í staðan fyrir alert þá var eitthvað gert rænt sessioninu eða gert eitthvað ljótt. Hvað gerðir þú rátt í kóðinu? Já, það er einmitt næsta. Ég ætla að taka hitt dæmi líka hina típuna sem er persistent XSS og svo hvernig við verjumst þessu. En þá í staðan fyrir það að við sendum einhverja slóð sem tekur þetta í gegnum query-string, þá einhvern veginn komum við kóða fyrir í gagnagrunnum eitthvað. Þannig að þá einhvern veginn get ég uploadað einhverju, ég get slegið eitthvað inn, ég get gert eitthvað og komið í raun einhverjum JavaScript kóða í gagnagrunnin sem er síðan birtur á einhverjum öðrum tímapunkti. Þannig að þannig erum við búin að slíta þess undir það að gera árásuna og svo þannig til að kóðinn keyrir. Þannig að þegar síðan gögnin eru sótt þá keyrir þetta og hugsanlega munum bara allir notendur gera þetta. Þetta er bara einhvern veginn, mér þess að koma fyrir kóðabút sem fór einhvern veginn inn í eitthvað, skrá komment eða eitthvað og þá kemur það á forsíðuna á vefnum, þannig að allir sem fara inn á forsíðuna á vefnum fá þetta. Eða hugsanlega einhverjum sem hafa aukin réttindi, þannig að ég get einhvern veginn sendt inn fyrirspurn í eitthvað form og eigið þetta og svo get ég prófað hérna, script, eitthvað og þá get ég rænt jafnvel aðganginum hjá þeim sem hefur aukin réttindi og ég get þá komist inn, loggað mig inn og gert eitthvað í kerfinu. En svona frægasta og elsta dæmið, ég veit ekki hvort að þið séu það unga í munið eftir hérna MySpace, að það var búin til hérna Sammy Worm sem var hann Sammy sem að langaði svo eignast fleiri vini á MySpace. Hann bjóð til XSS Orm sem var þannig að hann gerði þannig að ef þú heimsóttir prófílinn hans á MySpace þá notaði hann XSS vulnerability í MySpace til þess að adda þessum vin og bjóða öllum vinum þínum að verða vinur Sammy eitthvað svoleiðis. Þannig að hann setti þetta og svona alltaf exponentialega þetta bara út allt þannig að hann var bara orðin vinur allra eða eitthvað. En þarna var það bara þegar hann fann þennan litla bug nýtt hann í svona fyndnum tilgangi, en hann hefði getað gert eitthvað enn verra, hann hefði getað stólið aðgengið allra, hugsanlega hefði verið með sama eitthvað, af því að þetta er oft svo, þú komið með eitt skref og þá er næsta skref auðveldara og svo verður auðveldara og svo getur þú bara ónað eitthvað algjörlega. En fyrir þetta hérna, þá erum við með hérna einhvern gagnagrunn sem er svipaður því sem við vorum að gera á mánudaginn og hann er hérna bara mjög einfaldur. Köllum hann inject gagnagrunnin, select stjarna from, ég ætla nú að hreinsa hann fyrst svona, delete from data, select stjarna from data. Þannig að hann hefur hérna ID, eitthvað value sem er bara það sem við sendum inn og svo date. Þannig að þetta er bara svona eins og við vorum að gera. Þannig að ég set hérna eitthvað ASDF, insert, það er inserted. Ok, þannig að núna komum við hérna selectum, fengum eitthvað ASDF. En núna ætla ég síðan að senda inn script, hérna. Svona. Og nú inserta ég þessu. Ekkert mál, þessu er inserted. Ég veit svo sem ekki hvað gerist, en ég sendi þetta bara hérna. Og svo skoðum við hérna
og þá er bara þessi kóði komið núna í gagnagrunninn. Sjáum hérna, þetta er fasta númer 7. Þannig að svo er hérna einhver önnur aðgerð. Hugsanlega var þetta eitthvað ég var að senda inn hérna fyrirspurn. Svo kemur einhverjum dögum setna sér listi yfir fyrirspurnir, velur fyrirspurn og það fyrir hérna yfir fyrirspurn 6 og við skoðum hana. Já, það var aðeins Jeff. Ok, fínt. Og svo næsta fyrirspurn, þá keyrir einhver kóði þegar ég keyri þetta og hérna getur vafrinn ekkert í raun, vafrinn veit ekkert að þetta kemur bara frá vefnum. Þetta er bara svona er HTML sem var skilað og vafrinn bara keyrir þetta eins og ekkert sé. Þannig þarna gæti ég hafa verið með eitthvað sem hafi stólið session cookieinu og við það að hafa session cookieið þá pretty much verði ég einstaklingurinn ef ég set það bara í vafrann minn. Þannig að það er mjög auðvelt að gera svona. Þannig að ef maður vill vera vondikall þá er það ekkert sérstaklega flókið. En við erum náttúrulega bara svo góði í hjartum okkar að við fyrir ekkert í eitthvað svoleiðis rugl. Já, það er klassíska. Já, það er fyrir hérna hit sem er injection errors. Þannig erum við búin að koma inn XSS en það er einmitt næsta. Þannig að hvernig verðist við þessu? Þá förum við alltaf áður en við tökum þennan kóða sem við fáum frá notanda eitthvað að hreinsa hann. Við þurfum að passa upp á að hann sé ekki svona innihalda eitthvað rugl. Þannig þá er library sem heitir XSS bara fyrir hérna Node og þá hreinsum við allt input áður en við birtum eða vistum það. Þannig að þá er það bara einfaldlega þannig að við köllum bara í XSS fyrir valueið og þá er það tekið bara og hérna hreinsað og gert í raun í lagi. Þannig að við gerum þetta fyrir hérna fyrsta og köllum við hérna í XSS svona og restörstum hér förum hérna og gerum hér say hi þá birtist bara textin. Hann er í raun búið að escape hann til leiti að það er búið að breyta öllu HTML-inu yfir í bara entity-in. Þannig að þetta er í raun bara birt sem hreitt texti og gerir þar leiðandi ekkert af sér. En svo náttúrulega erum við þarna, ef við munum hérna þetta er þriðji aðili sem við erum að treysta núna fyrir þessu. Þannig að ef það kemur upp buggur í þessu library þá er hugsanlega sko 20.000 vefja vulnerable fyrir því. Þannig að þetta er allt svona, þetta er ekki einfalt. Já, sem er, einmitt, það eru já, þarna er open source svo gott. Það geta allir verið að reviewa þennan kóða og séð að það sé ekki neitt að. En svona það sér einhver að það er að, þannig að líka svona flipside, sko. Þá veit ég að þetta er vulnerable, svo er það bara eitthvað, ætla ég að láta ykkur vita eða ætla ég bara að abjúsa það. Hérna er svona prevention cheat sheet, hérna er svona leikur, þar sem maður á að reyna hérna, ó nei, þetta er dottið út. Ég veit að prófa líkin. En þarna aftur er svona leikur með 30 borðum, þannig að reyna að ná að losta eitt. En númer 2 er broken authentication and session management. Það sem að mér tekst einhvern veginn að brjóta auðkenningarferlið eða það hvernig er haldið utan það hvernig notendur eru skráðir inn til þess að impersonata einhvern annan. Þannig að ég næ að hérna bara stelast í aðganginn. Ein aðferð er session fixation. Þannig að þá einhvern veginn næ ég að láta þig skrá þig inn á einhverju sessionu sem ég er búin að búa til áður. Svo getur þetta líka bara verið það að það er bara brotið það hvernig við meðhöndlum týnt lykilorð eða það er brotið hvernig við meðhöndlum security questions. Þetta er svona, þetta er svolítið víðara svona, þetta er ekki bara tæklegt því að það er líka hægt að nota bara svona social engineering til að komast að einhverju þarna. Og það er svona kannski við þetta er það að smíða auðkenningu og það hvernig við svona búum til session og gera það rétt og gera það örugt er erfitt. Þannig að það er ekki eitthvað sem við ætlum að gera sjálf, heldur að nota okkur einhver hérna þekkt tæki og tól til þess. Þannig hérna er svona session fixation, þar sem að ég sem einhver vondi kall skrái mig inn á einhvern server hérna
og ég fæ session og session ID er XYZ, svo einhvern veginn tekst mér að senda á fórnarlambið mitt í gegnum kannski einhvern annan bug í vefnum session ID-ið mitt á klientinn, þannig að klientinn fer hana og lokkar sig inn og þá er endurnýtt þetta session, þannig að þá er þetta session sem er hérna með eitthvað unique ID, það er endurnýtt, hann lokkar sig inn með user og password og svo kemur vondukallinn og notar þetta session ID aftur þar sem að þau eru í raun báðir notandurnir eru á sama ID-inu, þannig að þú tekur ekkert eftir því sem einhver notandi. Ég fekk einhvern link bara í posti eða vinur minn sendi mér eitthvað og einhvern veginn tókst hún að fixeita sessionu mitt á þetta og þá get ég verið svona ghostaði og gert í raun allt sem þú ert að gera á þessu vitir að því. Og svo annað til dæmis það að geyma lykilorð og að validata lykilorð, en við viljum aldrei gera það í svona hreinum texta eða svona clear text, hvort sem það er á notanda í einhverjum töflum eða við loggum það einhvers staðar eitthvað slags. Heldur viljum við alltaf nota eitthvað til þess að breyta í raun lykilorðinu yfir í eitthvað sem er ekki hægt að brjóta. Þá er þetta að nota svona tidyföll eða hashing functions til þess að breyta því gildi yfir í eitthvað annað. Það eru til svoleiðis sem heita MT5 og SHA-1, en þau eru gömul og óæskileg í notkun. Það er til dæmis búið að sýna fram á það að við getum brotið MT5 mjög auðveldlega. Og svo þegar maður fer dýpra ofan í þetta, þá eru svona leiðir eins og að nota salt til að koma í veg fyrir að sama lykilorð fái sama hash. Þannig ef ég er með lykilorðið 123, þið eru með lykilorðið 123, þá er það ekki sama hashið á báðum notendum í gagnagrunnum. Þannig ef ég kemst inn í gagnagrunnin, þá get ég ekki bara séð hérna, hérna er sama hashið oftast, þetta er örugglega 1, 2, 3, 4, 5, 6, af því að það er algengasta lykilorðið og þá get ég brotist og komist inn í aðganginn. Þannig að þá er saltið geymt með lykilorðinu og því síðan hassað saman. Og svo er náttúrulega bara tölvur hraðari og hraðari. Það er komið svona kúta sem er að keyra á GPU-inu, keyra á grafíkkuppnum og tengir saman fullt af vélum. Þá er þetta að prófa milljónir af lykilorðum á sekundu. Þannig að það er að brjóta svona lykilorð bara svo hratt að það bara maður gerir sér ekki grein fyrir því. Og þá er svona tímafaktor í Bcrypt sem er svona library sem er í raun hannað til þess að vera hægt. Þannig að það er alltaf hægt og svo getur þú bara látið að vera hægara eftir því sem að tölvurnar verða hraðari. Þá er hérna einmitt XKCD teiknimynd það. Það sem að þú ert með lykilorð sem eru svona margir stafir en þú getur krakkað ef þú gerir 1000 guesses á sekundu, þá tekur það 3 daga, en ef þú ert með langt, þú ert bara með fleiri bita, þá tekur það 550 ár og það er auðveldara að muna það, þannig að þetta er svona. Svo eru svona þessi security questions sem að hafa margoft sýnt sig að eru mjög lélegt hvað fyrsti skóliðin, til dæmis að hafa það á Íslandi. Það tekur mig kannski svona 20 mínútur að finna bara alla skóla og prófa þá fyrir notanda þinn til að sjá hvort þið geti komist yfir aðganginn, bara ef ég fæ þessa spurningu. Og svo er það númer 1, það er injection árásir, það sem að árásaraðili sendir einfaldan texta sem nýtir sér þá eitthvað svona setningafræði, semantikina í einhverjum túlk til að ná sínu fram. SQL injectionir eru það sem er langalgengast, en það er líka hægt að injecta í annað, það er hægt að injecta með XML skeytum, af því að þau oft hafa einhverjar aðgerðir til að lesa upp úr stýrikerfinu eitthvað svoleiðis, SMTP sem eru postþjóna samskipti, eða þá þú einhvern veginn að taka eitthvað input, senda þið yfir í bara stýrikerfið, gera eitthvað aðgerð þar og þú getur injecta þar, þannig að það eru margir staðir sem þetta getur verið til vandræða, en þetta sem við sem XSS, við treystum ekki því sem kemur frá notandanum og við notum í raun einhver APIs sem við vitum að virka, einhver svona parameterized viðmót sem að passa okkur fyrir þessu, svo þurfum við að nota SQL og escape gögn og whitelistum og svona. Þannig að ef við erum með eitthvað query hérna sem við keyrum og við notum bara strengja leikfimi hérna til þess að inserta þessum gögnum, þá náttúrulega get ég gert það sem ég vil. Hvað ef einhver sendir bara
delete skipin. Þú veist, þá er þetta bara túlkað, insert into values, þetta endar hér, svo kemur bara delete from og svo bara kommentum við út restina, þetta bara keyrir. Og svo ef við erum að selecta upp úr einhverju, þá getum við heldur ekki bara blind sent inn strengin sem að er þarna eitthvað ID, af því að ég geti sent bara eitthvað, þetta er annarkvort 1 eða 1 jafnt og 1 sem er true, þannig að þetta er annarkvort 1 eða true, þannig að þetta verður alltaf true. En dæmi um þetta er þá hérna, aftur erum við með þetta insert hér, þannig að núna get ég bara prófa mig áfram, ég get gert hérna stjarna insert. Ok, það er í lagi, stjarna úrfellingakomma. Error, unterminated quoted string at or near. Þannig að núna er ég til dæmis að leka upplýsingum sem ætti ekki að leka, ég ætti ekki að birta þessa villu, ég ætti bara að segja, hei, það komið villa. Þannig að núna get ég segja hérna, unterminated quoted string, hérna, ok. Þannig að það þarf ég bara að fara að vanda mig, ok. Gerum svona og lokum og gerum svo delete from data og svona og svona. Ok, þetta er eitthvað hérna, kannski þurfa að gera svona. Hey, hvað ætli ég að hafa gert? Nú fyrir ég hérna, strauja gagnagrunninn. Úps. Þannig að þetta er í raun eitt sem getur verið vissilega bagalegt að við lendum í, en svo hitt er í raun, ef við núna búin að setja inn hérna einhverja færslur og við sjáum þær hér í gagnagrunnum 10 og 11 og svo sjáum við einhvern veginn link hérna yfir í færslu 10 og við sjáum hérna upp er ID jafnt og 10 hér og við segjum bara or 1 jafnt og 1. Já, þá fæ ég bara allar færslunar af því að það er ekki verið að passa upp á það að þetta sé ekki bara túlkað sem frekari SQL. En það sem við gerum þá er hérna little Bobby tables að hérna það sem við gerum er í raun bara svipað með XSS hérna dæmið við sanitizum. Við notum alltaf parametrized viðmót. Þannig að hér þá sendum við ekki inn í strengin, heldur setjum við svona placeholdera og svo sendum við value sem fylki inn í þetta. Þannig að þá gerist ekkert slæmt. Þá eru bara gögnin tekin og þau insertu svona. Þannig að þá gerum við hérna $1 svona og þá value restartum og prófum svo eitthvað hérna sem að gaf okkur villu. Þetta var inserted og nú er þetta í raun bara insertað sem það gildi sem við slóum inn. Þannig að við gerum eitthvað enn verra, þú veist, delete og þetta er bara insertað sem strengurinn, þetta er ekki túlkað sem aðgerðir. Þannig að þarna, ef maður gerir svona og opnar út af vefinn, þá fer maður fljótt að fyllast svona gagnagrunnur hjá manni af svona tilraunum til árása. Af því að það er mjög mikið af fólki sem hefur mjög gaman að því að reyna að brota. Þannig að almennt, nú komum svolítið yfir tíma, en almennt þá treystum við ekki neinu sem við fráum frá öðrum, hvort sem það er input frá notendum, einhver kóðasöfn eða eitthvað svoleiðis. Við erum alltaf með svona heilbrigða paranoiu. Við höfum alltaf svona baka hérna, ok, hvað ef allt klikkar? Þú veist, hvað er worst case? Hvað ef einhvern er gagnagrunnum mínum? Þú veist, hvað gerist þá? Og þá erum við undirbúin undir það. Við erum ekki að fara að díla við það þegar það gerist. Og þá sérstaklega ef það er eitthvað sem er eitthvað value í fyrir aðra og hvernig mun fólk reyna að ná þessu. Við setjum okkur í spor árásaralina og reynum að vera svona, vera þessi vondi aðili líka. Og X-Files, krakkar, við hafa þetta rétt, þau vissi þetta. Svo er til svona penetration test, þar sem það er í raun bara verið að gera, bara þú ert að reyna að brjóta kerfið til þess að finna veikleikann til þess að koma í veg fyrir einhver annar að gera það. Og það eru fyrirtæki hérna í Íslandi sem bara eru bara í þessu, gera svona penetration test og öryggisúttektir. Og við hugsum öryggi frá byrjun. Þetta er alveg eins og það sem er hérna, aðgengi,
responsive og allt sem við búum að fara yfir. Það er ótrúlega dýrt og erfitt að gera þetta eftir á. Treystum engum. Skeptísk. Svo getum við fengið svona öryggisúttekt. Þannig alltaf þegar ég var að gera eitthvað svona stærri verkefni, þá var ég bara eitthvað, hey, ef að þið viljið virkilega vita að þetta sé öruggt, eins mikið og hægt að vita það, þá fáið einhvern annan aðila til þess að fara yfir þetta. Og svo þegar við forritum, notum örugg umhverfi, notum öruggar aðferðir á forritasöfn, við erum ekki að fara að skrifa sjálf, keyrum reglulega tól til þess að finna einhver svona vandræði, ESLint getur hjálpað með eitthvað, önnur static analysis tól getur hjálpað með annað. Það er hægt að keyra svona automatics tól sem reyna að brjóta hlutina. Við notum peer review, þannig alltaf, við treystum ekki einu sem sjálfum okkur. Við fáum einhvern annan til að lesa yfir kóðan okkar og þá er sérstaklega verið með einhverjum svona safety, svona það sem að getur verið eitthvað öryggi er í hávegum hag. Þá er eitthvað svona security review líka. Hvernig er þetta að brjóta þessu útfærslu? En ok, það er smá meira en við tökum það bara svona rétt á hérna mánudaginn að við förum í aðstoð. En bara góða helgi!